Liður 8. Félagsmiðstöðvar opnunartímar miðstigs. Fulltrúi ungmennaráðs París Anna Bergmann Elvarsdóttir kynnir. Virðulegi forseti og bæjarstjórn. Það ábyrgð okkar að tryggja börnin okkar í bænum hafi örugg og góð tækifæri til að njóta æskunnar, til að mynda tengsl og fá það stuðning sem þau virkilega þurfa. Og félagsmiðstöðvar hafa lengi verið mikilvægur vettfangur fyrir ungmenni, en nú stöndum við frammi fyrir skýrum vanda þegar það kemur að börnum á miðstigi, sem einfaldlega fá ekki sömu möguleika á þau sem eldri eru. Í dag eru félagsmiðstöðvar fyrir miðstig aðeins opnar einu sinni í mánuði í hverjum skóla og það algjörlega ófullnægjandi. Sérstaklega þegar við horfum til þess að félagsmiðstöðvar fyrir eldri nemendur eru opnar 2 sinnum í viku. Börnin á miðstigi líta upp til þeirra sem eru á efstastigi og vilja fá sömu tækifæri, en í stað þess mæta þau lokuðum dyrum. Þau vilja hittast og eiga góða stundir saman og fá að upplifa það sama félagslíf og þau sem eldri eru, en þeim einfaldlega meina það með núverandi fyrirkomulagi. Ekki nóg með það að opnunartími sé sjaldan, heldur er hann einnig á mjög óhentugum tíma. Í dag eru félagsmiðstöðvar fyrir miðstigs oftast opnar strax eftir skóla, klukkan 13:40, 13:55 eða klukkan 15. Þetta þýðir að börn sem þurfa að fara heim eða mæta á íþróttaæfingar missa allri starfseminni. Þetta er tímasetning sem þjónar engan veginn hagsmunum barna og hefur í raun gert það að verkum að stór hluti þeirra hefur engan raunhæfan möguleika á að mæta. Á stórþingi ungmenna sem við héldum í janúar síðastliðnum þá kom þetta skýrt fram að börn á miðstigi séu óánægð og telja sig vera skilin út undan. Þau vilja taka þátt í félagsstarfi á sínum forsendum en fá bara hreinlega ekki tækifæri til þess og við verðum að hlusta á þau. Félagsmiðstöðvar skipta sköpum fyrir félagslega þátttöku, sjálfsmynd og velja barna. Þetta er ekki aðeins vettfangur fyrir skemmtun, heldur líka öruggt rými þar sem börn geta leitað til starfsfólk ef þau þurfa stuðning. En við megum ekki gleyma því að sum börn eiga erfitt heima fyrir og stundum er félagsmiðstöðin eina örugga rými sem þau hafa og eini staður sem þau geta leitað til fullorðins sem vill hlusta og hjálpa. Að hafa einhvern sem tekur eftir þeim, einhvern sem spyr hvernig þeim líður, getur skipt sköpum. Og þótt að séu bara nokkrir krakkar sem mæta, þá skiptir það ekki minna máli, því stundu getur ein manneskja bjargað barni frá því að einangrast í vanlíðan. En það eru einfaldar lausnir sem við getum gripið strax til. Við þurfum að auka opnunartíma þannig að félagsmiðstöðvar fyrir miðstigar verða opnar að minnstakosti einu sinni í viku eða 2 sinnum eins og fyrir eldri börnin, frá því að verða opnar einu sinni í mánuði á skóla. Við þurfum að tryggja að þær séu opnar á hentugra tímum, seinnipartinn eða á kvöldin, þannig að börn geta raunhæfilega mætt án þess að þurfa að velja milli félagsmiðstöðvar og íþrótta. Við þurfum líka að tryggja að starfsfólki sé nægilega margt, því eins og staðan í dag eru bara aðeins 2 starfsmenn sem sjá allt félagsstarf fyrir miðstigi í bænum. Bara 2. Og það er einfaldlega ekki nóg. Og að lokum þurfum við að tryggja að félagsmiðstöðvarnar hafi næga og góða aðstöðu. Ekki aðeins skólaherbergi sem eru aðeins upptekin af frístund. Og við höfum öll heyrt að það sé sagt að börn séu framtíðin, en þau eru líka nútíðin. Þau eiga rétt á rými sem þau geta verið þau sjálf, þar sem þau geta notið sín og fengið að tilheyra. Við getum ekki leyft því að líði eins og þau séu út undan. Það er okkar ábyrgð að bregðast við og að tryggja öll börnin okkar fái það sem þau þurfa. Og ef það hafi ekki hlustað hingað til, þá bið ég ykkur í alvörinu að hlusta. Börn þurfa ekki bara leiksvæði eða íþróttastöðu, þau þurfa líka stað þar sem þeim er tekin opnum örmum, þar sem þau geta fengið aðstoð þegar heimilislíf er erfitt, þar sem þau geta fengið að vera þau sjálf án ótta eða höfnunar. Það er ekki valkostur að gera ekki neitt, því það er okkar skylda að tryggja ekkert barn í þessum bæ, í barnvænu sveitarfélagi upplifi sig eitt útundan eða afskipt. En er það ekki skylda okkar að tryggja öllum börnum í bænum okkar sé veitt tækifæri til að blómstra, fá stuðning og njóta æskunnar án hindrana? Eftir umræðuna áðan með félagsmiðstöðvar hjá eldra stigi, þá finnst mér mjög áhugavert að það sé verið að tala að þetta sé mikilvægt, að bæjarfulltrúar stigi upp í pontu og segja já, okkur finnst það ótrúlega mikilvægt. En við höfum árum saman talað þetta, en samt breytist ekkert, það gerist ekkert. Og eins og áðan, eins og ég sagði í fyrra erindinu mínu, er þetta ekki spurning er þetta ekki alvöru spurning að standa í alvörunni með börnum, eða ætlum við bara í alvörunni að þykjast gera það? Og ætlum við að halda áfram með næsta árum að segja já, okkur finnst það svo mikilvægt og grípa í þetta
en samt gerum við ekki neitt. Og já, erum við hér ekki að tala að þetta sé mikilvægt og að það sé sagt að við þurfum að fara alls konar leiðir til þess að gera eitthvað, en samt gerist ekki neitt. Og það finnst mér mjög áhugavert og ég held að aðrir fulltrúar ungmennaráðs finnast það líka. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið sínu máli og bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir stígur upp í pontu. Forseti og ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég þakka París Annu fyrir sitt erindi og sína brýningu og svarið mitt einfalt. Það ekki nóg að það sé einu sinni í hverjum skóla opið fyrir börn á miðstigi í félagsmiðstöð. Ég vísaði það þegar ég kom upp í pontu áðan, ég væri búin að kenna í 27 ár í skóla. Ég aftur að koma núna tilbaka bara á þessu skólaári sem kennari inn á miðstigi. Þannig að ég að tengjast þessum dýrmæta hóp því að allir hópar eru dýrmætir. Ég hef sjálf verið í kennslustundum þar sem að þessir 2 ágætu starfsmenn sem að vísa hér í og sinna öllu félagsmálastarfi á miðstigi í skólanum koma hlaupandi inn einmitt til þess að minna á opið hús og svo þá klúbbastarf í hverjum skóla, mér skilst í 6 vikur einu sinni yfir veturinn. Og þetta bara hreinlega ekki nóg. Varðandi tíman, þá það bara þannig og við vitum það öll sem að bæði vinnum með börnum og eigum börn, að íþróttaæfingar og aðrar tómstundir eru á öllum tímum. Það í rauninni engin tími sem fullkominn fyrir þessa starfsemi og eftir því sem að mér skilst að þá svona þessi tími meðal annars valinn til þess að fá þessa samfellu inn í daginn. Það líka ofsalega mikið kallað eftir samfellu í skóladegi barna. Og það eru alls konar íþróttaæfingar og annað slíkt eftir að þeim degi lýkur. Það líka ókostur að vera komin of nálægt kvöldmatartíma þar sem að við óskum þess helst að börn geti átt samveru með sinni fjölskyldu. Þannig að það að sjálfsögðu bara kostir og gallar. En nú ætla ég bara að koma aftur inn á það sem ég sagði áðan. Að ég held að við eigum aðeins að horfa á þetta upp á nýtt. En varðandi þetta með félagsmiðstöðvarnar á sem að tilheyra unglingastiginu, þar miklu meiri starfsemi og kannski bara spurningum skipulag, hvernig hún skipulögð, en þarna það bara mín einlæga skoðun að þetta ekki nóg að vera einu sinni í mánuði. Og ég tel rétt að þessari umræðu sé vísað inn í fræðslu- og lýðheilsuráð og þetta sé tekið upp, hvernig getum við eftir þetta, því að við erum líka hér í dag búin að ræða ýmislegt sem að snýr að líðan, aukna ofbeldi og öðru slíku og við förum ekkert varhluta því hér hjá okkur. Þetta líka hér í okkar sveitarfélagi. Þetta ekkert bara á höfuðborgarsvæðinu. Og ef okkur alvara, og sem að erum hér í bæjarstjórn, ef okkur alvara að halda utan ykkur, ungmennin okkar og börnin okkar, að þá þetta bara þannig að við verðum að efla þetta. Og ég mun fylgja þessu eftir. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra lokið máli sínu og orðið opið. Ungmennaráðsfulltrúi París Anna stígur upp í pontu. Virðulegi forseti bæjarstjórn, ég þakka Láru fyrir þetta svar. Þú sagðir áðan að gera upp á nýtt, að líta öðrum augum á starfið og svo sagðir líka að það engin tíminn, að það aldrei neitt réttu tími fyrir alla. En ef sóknin svona lítil á miðstig hjá opnatími á þeim og ef ungmenni kalla sjálf eftir því að það sé breyttur tími, af hverju ekki prófa? Af hverju prófum við ekki að breyta?
ef við prófum aldrei, þá vitum við aldrei. Mér finnst að ef þau kalla eftir því, sérstaklega eins og stórþingi ungmenna, hlustum á þau, hlustum á börnin okkar, hlustum á þau sem eru að sækja sér þessa þjónustu. Breytum, prófum, því við getum ekki halda okkur við eitthvað sem ekki að virka, sem ófullnægjandi fyrir alla. Af hverju ekki prófa? Af hverju breytum við ekki? Mér finnst það, já, mjög mikilvægt því við vitum aldrei nefnum við prófum. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Lára Halldóra stígur upp í pontu. Já, forseti og ágætu ungmennaráðsfulltrúar, ég tek bara heilsvör undir þetta. Þetta bara alveg hárrétt að við vitum ekki nema prófa. Og í mínum huga það ekki pólitísk ákvörðun hvort að það opið á milli 1 og 3 eða 3 og 5 í félagsmiðstöð. Við höfum starfsfólk í félagsmiðstöðum sem við treystum fyrir því að skipuleggja það starf. Það okkar sem erum í bæjarstjórn að ákveða hvaða fjármagni við verjum inn í verkefnið og hversu marga klukkutíma þá í rauninni kannski hægt að bjóða upp á. Það svo sannarlega eitthvað sem við eigum að taka til okkar, en varðandi opnunartíma að þá finnst mér að það starfsfólk sem að stýrir þessu starfi sé miklu betur til þess fallið að taka þær ákvarðanir heldur en við bæjarfulltrúar. Þannig að ég bara skora svo sannarlega á það góða starfsfólk sem í félagsmiðstöðunum starfar að skoða það tímasetningin ekki nógu góð, aðstaðan eða hvað það og leita leiðana og koma þá með það til fræðslu- og lýðheilsuráðs eða annars slíkt ef það snýst aukinn tímafjölda eða það sem að kallar á fjárútlát. En allt annað skipulag í höndunum á starfsfólki félagsmiðstöðvanna. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Sunna Hlín stígur upp í pontu. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég var helgina á svona það sem kallast miðstjórn, þar sem við hittumst minn stjórnmálaflokkur, eitthvað sem þið, og ég sé að þið örugglega eftir að vinna í framtíðinni, að þá var mikið rætt þetta miðstig, að miðstigið eitthvað sem við verðum að fara að huga betur að því að þar byrja oft vandræðin sem að leiða í börnin sér seinna meir út í óefni. Og það raunin búið að setja það í lög að við eigum í gegnum farsældarlögin að vera að sinna forvörnum og þetta okkar besta forvörn. En ég ætla bara að koma með skemmtilegt dæmi að ég fór í ísbúð Vesturbæjar síðasta sumar svo sem ekki frásögufærandi, nema ég var ekki að horfa á auglýsingarnar á veggjunum. Og þar var auglýsing bara hittust á þessu túni út að leika og svo bara eitthvað nafn undir á þessum tíma og ég var bara, rosalega þetta snið, þetta bara eitthvað foreldri eitthvað græja að gera. En svo sá ég að þetta var merkt félagsmiðstöðinni Frostaskjól. Þannig að þarna sé ég að þarna virkt starf líka á sumrin þar sem verið að virkja krakkana að koma út og koma kannski aðeins úr PlayStation 12 sínum og hitta aðra þegar ég held að setja hætta á að þau einangrist líka á sumrin. Að því við erum ekki lengur endilega að fara út og sinna þessum félagslega þætti. En bara eitthvað sem ég langaði að bæta inn í umræðuna. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlín lokið máli sínu og ungmennaráðsfulltrúi París Anna stígur upp í pontu. Virðulegi forseti og bæjarstjórn, ég veit að það þeirra komið að ákveða með tímaramman og það. En eftir minni bestu getu, ef ég ekki að segja eitthvað rangt, þá held ég að þau hafi spurt eftir meira fjármagni. Er það ekki rétt hjá mér, Arnar? Jú, já, og ég áhættufulltrúi í fræðslu- og lýðheilsusviði og ég man að því var ekki tekið vel og ef ég man það rétt þá var því bara neitað og hafnað ef það rétta orðið. Þannig ég alveg hvet þau sem eru á fræðslu- og lýðheilsusviði að taka í það að þau vilji meiri fjármagn til þess að geta endurbætt
þeirra starf því að það er mjög erfitt að gera það án þess að fá rétta fjármagn í það. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið málinu sínu og ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll stígur upp í pontu. Ágætu forseti, mér langar bara til þess að minna á þær félagsmiðstöðvar sem við höfum. Eins og Hilda nefndi hérna í byrjun þessara fundar, þá er ég líka fulltrúi Hríseyjar, þar sem ég bý í Hrísey. Og ég veit það svo sannarlega það sem að mamma mín, sem var hérna í bæjarstjórn, áður meðan að Jana Salmi var í fríi, þá hefur mamma, það er gróðlega, já, takk, þá sinnti mamma mín líka félagsmiðstöðinni í Hrísey og ég veit að það er ekki borin sama virðing gagnvart þeirri félagsmiðstöð og eins og þeirra hérna í bænum. Mamma var ofta að kaupa eitthvað drasl sjálf en þess að peningarnir voru ekki til frá bænum, bara fjármagnið var ekki nóg, þannig að mamma hún eyddi sínum eigin fjármunum í eitthvað drasl fyrir krakkana svo þau getu haldið eitthvað dæmi. En hérna, mér langar bara svona til þess að minna á það að við erum líka þannig í TÍU, líka með félagsmiðstöðvar, með sundlaug, með skóla, með vinnur, þannig að bara svona svo að Hrísey gleymist ekki í umræðinni. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll lokið máli sínu og orðið er opið. Ef enginn býður sig fram þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.